þeir eru náttúrulega grassandi hér eins og annars staðar í Evrópu og annars staðar í heiminum. Við höfum alltaf varan á okkur gagnvart útlendingum, gagnvart þeim sem eru öðruvísi, gagnvart þeim sem eru langt að komnir. Okkur hættir til að flokka þá og meta þá eftir fyrirfram hugmynd okkar þá en ekki eftir þeim einstaklingum sem við metum. Það náttúrulega boðskapur Jesú Krist og kirkjunnar snýr að því að allir menn séu jafnir og allir jafngildir og allir jafn verðmætir og menn ekki flokkaðir þar, heldur hver maður tekinn á þeim grunni sem hann sjálfur. Þess vegna þetta kjarnaatriði í kristinni trú að meta alla menn jafnt. Við eigum náttúrulega bara að halda áfram að nálgast alla menn og alla hópa, nálgast þá sem koma hingað frá útlöndum og svo ég taki nú bara praktískt atriði þá ættu kirkjunnar að fara að starfa saman meira hér, lúterska kirkjan og kaþólska kirkjan. Það alltaf algengt út þorp landsins að innflytjendur snert ekki við, kom ekki í kirkjur og annað slíkt vegna þess að þeir mæta bara hjá kaþólsku kirkjunni. Þessar kirkjur auðvitað hafa meira samstarf á þessu leyti því að það er svo dýrmætt fyrir það sem koma að og það sem eru fyrir að menn mætist í kirkjunni og annar staðar.